Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í Glettur. Nú, hvert haldið ég sé nú komin? Jæja, þá er komið að því. Háskaferð framundan. Ég ætla að fara hérna yfir jöklu. Jöklan reyndar orðin eins og Bergvaðsá í dag, ekki eins og Óbyggett eins og var í gamla daga. Ég er búinn að fá hérna ferjumann með mér. Við ætlum að láta vaða yfir á klofnum. Stefán, er engin ónota firringur í þér? Það er langt sem ég fari. Aha. Já, það getur verið þurrafúi í botninu. Það er ekki stórhættulegt. Jú. Hvað síðasta ferð? Getur verið þurrafúi. Jæja, láttu vaða. Það getur verið þurrafúi. Jæja. Það er fólk. Ferjumenn voru oft, það var ekki gott að vera ferjumaður. Nei. Ferjumenn voru oft eins og þegar var hengtur bakari fyrir smið. Var þetta ekki þræla vinna að til dæmis að fara með áburð og annað slíkt? Þetta var eina samgönguleiðin sem þið höfðu hérna? Já, það var svona oft frá því í október, svona sent í október og fram í svona maí sem bíllinn var hérna megin. Því það voru engar samgöngur aðrar. Og þetta var einu samgöngutækið alveg fram til? Já, 76. 76? Já. Svo þegar ís kom í ána á haustinn, það þótti ægilega mikið frelsi. Það var alltaf beðið eftir að ísinn kæmi í ána. Þá var það hlaupið yfir. Það þótti alveg léttir. Því það hefði þetta engin gaman að því að fara yfir þennan klá sem var svona, þetta var einhvern veginn svona eðlilegt. Fæddur og uppalinn við hann. Það voru allar samgöngur okkar, það byggðist allt á þessu. Og þetta var ekkert skemmtilegt tæki þannig, en aldrei voru við hrædd við hann. Ég man aldrei eftir því. Voru klávarnir eina tæki sem hægt var að nota til að komast yfir jöklu? Hvað voru margir? Veistu það, ánni í heild? Ég man allavega eftir þessum hérna sem eru svona nafnin til standandi. Það er einn við brú, undir brúnni nánast. Ónýtur? Já, það er einn hérna út til Gauksstaði, ónýtur líka eða svona, en vírarnir eru uppi. Þetta er svo eini sem er í lagi. Þetta er eini kláfan sem er í lagi. Þetta er eini kláfan sem er hægt að fara yfir bara hér þessi kassir í mjög góðu lagi. Það er engin þurrafúi í honum, við höfum ekki að hræðast það sko. Og þessi klár er í góðu lagi af því að hann var náttúrulega lengst notaður í alvöru notkun. Hérna brúin kemur kring 76 og þá eru hinir kláfarnir löngu aflagðir. Já, Jökulsárnar hafa löngum reynst landanum erfiðar og Jökulsá á Dal eða Jökulsá á Brú, eins og hún hefur stundum verið nefnd, er þar engin undantekning. Til eru heimildir eina 11 drætti eða kláfa á ánni, en sjaldan voru nema 4 til 5 þeirra nothæfir samtímis. Hér áðan fór ég yfir jöklu með Stefáni í Merki í klofnum sem þar stendur enn. Og hann er eins og drossía miðað við marga aðra kláfa sem fyrrum voru á ánni. Við skulum færa okkur aðeins ofar upp að brú, þar sem enn má sjá leifar af gömlum sögufrægum kláf. Nú er ég hérna upp við brú og hérna eru svona leifarnar af þeim kláfi sem var hér í eina tíð. Þetta er rétt við bæinn Brú. Nú, þessi kláfur hérna var lengi vel eina samgöngutæki sem fólkið á Hrafnkelsdal hafði. Fólki sem lengst að bjó á Aðalbóli og Vaðbrekku. Nú, það lenti oft í hremmingum við að komast hérna yfir ána. Ein sagan segir af Ingibjörgu sem var húsfrú á Vaðbrekku, kona Aðalsteins Jónssonar. Hún kemur hérna þarf nauðsynlega að komast yfir í brú til að kalla eftir lækni. Það var fárveikur maður heima í Vaðbrekku. Minnir það hafi verið bróðir Ingibjargar. Það var móðir mín. Fór einu sinni yfir þennan klá eða hún þurfti að komast yfir það. Það var stóð illa á heima hjá henni. Það var bróðirinn hans sem var vinnumæður hjá þeim og faðir minn var ekki heima. Hann var veikur og hún þurfti að komast og fá einhverja hjálp til að sækja læknir. Þetta var mjög öll, það var grafið í hálsinum á hún og svoleiðis er ekki álitlegt. Og hún fór út til Brú til að sækja sér aðstoð. En þegar hún kom að klafnu þá var hann bundinn af vestanverðu. Það hefði skilað hann eftir svoleiðis, það átti reyndar ekki að gerast. En hún hefði engin önnur ráð en að hún skreiði yfir á vírónum til þess að ná í hjálp. Sigfús ungum að á Brú fór fyrir hann eftir læknir til Fljótsdal og það var illa grafið í hálsinum á manninum og læknir komst og skar í þetta og það bergast allt. Það var ekki heiglum hent að fara yfir ána á þess að hafa kassa á vírónum. Þetta léku jökuldælingar reyndar stundum, einkum þeir yngri.
Og það vissi Ingibjörg og hún harðbannaði börnum sínum að vera með glannaskap við kláfin eða strengina, enda vissi hún að Jökla sleppir ógjarnan þeim sem hún nær tangarhaldi á. Ingibjörg var kona Aðalsteins Jónssonar á Vaðbrekku, en þar bjuggu þau í hálfa öld og komu upp 10 börnum. En Ingibjörg lét sig hafa það að skríða eftir vírnum með ólgandi jökulvatni fyrir neðan sig, enda lá líf bróður hennar við. En Ingibjörg sagði börnin sínum aldrei frá þessu afreki, þar sem hún óttaðist að þau færu þá að leika þetta eftir. Hún sagði hins vegar trúnaðar vinkonu sinni og mákonu Sigurbjörgu Pétursdóttur frá þessu ferðalagi og Sigurbjörg sagði ekki frá því fyrir en eftir lát Ingibjörgar. Já, það var ekkert annað í boði fyrir Ingibjörgu en að skríða yfir á vírunum. Hún hætti lífi sínu til þess að bjarga lífi bróður síns. Trú þeirri hugsjón að Guð hjálpi þeim sem reyna að bjarga sér sjálfir. Og Björgin var svo sem ekki hendi þótt í Brú væri komið því ekki var læknir þar. Hann satt þá á Brekku í Fljótsdal. En samhjálpin sterkt til sveita og Sigfús Sigvarðarsson á Brú taldi ekki eftir sér að ríða austur yfir Fljótsdalsheiði eftir lækni og bróðir Ingibjargar komst til heilsu. Svona maður ímynda sér að hafi þurft sæmilegan kjark til þess að fara á vírana alveg þarna. Nú þetta lét Ingibjörg sig hafa þó hún væri ófrísk. Ég man nú ekki hvað hún var komin marga mánuða leið en þetta þótti mikið þrekvirki. Nei, það var ekkert annað í búið. Það er ábyggilegt sko og hún sá engin önnur ráð. Annars skipti var Páll Gíslason og Aðalból að fara hérna yfir og þá slitnaði annar strengurinn. Páll steyptist í ána en hann var sundmaður góður og honum tókst að bjarga sér á sundi upp á kletta nef hérna aðeins neðar með ánni. Þetta gerðist í september árið 1945 eða fyrir réttum 70 árum. Þá var Páll að koma upp búi sínu á Aðalbóli. Féð var komið inn eftir en hann þurfti að viða að sér fóðri og öðru til búskaparins. Þess vegna hafði hann fengið granna sín á Vaðbrekku, bræðurnar Aðalstein, Stefán og Jón Hnefill, Aðalsteinssyni til að hjálpa sér við kláfin. Sá eini sem uppi stendur Aðalsteinn eða Danni á Vaðbrekku, en hann mann þennan atburð eins og hann hafi gerst í gær, þótt liðin séu 70 ár frá þessu óhappi. Við ætlum að flytja yfir Varning, það var aðra síldamjöl, það var heldur leiðilegu flutningur, þetta komið 100 kíló á pokum með hann sama. En það kemur að vissu leyti við sögum. En af því að við ætlum að flytja það mikið yfir, þá var ákveðið að strekkja á vírunum sem að kláfurinn rann á. Og það var gert. En þetta voru svona ekki gamli vírar, nýlegir en samt grannir vírar. Og þegar það er búið þá er búið að raða niður og Páll ætlar að fara austur yfir ána. En við ætlum að draga að og hann fer svo í kláfinn og ég dreipið á eftir honum. Og hann komst svona rétt tæplega með því á, þá slitnaði annar vírinn. Hann slitnar í vörðunni, rétt við nefið á mér, það er svona verður helviti mikið smellur þar og ég sé bara vírinn hlykkjast út og kláin snúast og kallinn steypast í ólguna. Þegar þetta gerðist var áin í sínu versta ham, bylti sér kolmóruð á milli klettana. Bræðrum var verulega brugðið þegar þeir sáu Pál steypast í ána. Hann er farinn, heyrðist hrópað og allir hugsuðu þeir það sama, Jökla skilar honum aldrei aftur. En áður en þeir höfðu fyllilega gert sér grein fyrir hvað var í raun að gerast, þá skaut höfði Páls upp í ólgu árinnar eftir heila heilið að þér mér fannst, segir Danni nú, og þá var aftur hrópað á bakkanum, hann syndir. Fljótlega sáum við hann koma upp úr kafinu, hann fór auðvitað alveg á kaf, hann fór beint á hausinn niður. Hann kom upp úr kafinu og við horfðum svo á hann synda til lands. Hann var óvenju vel syndur, þessi maður. Sterkur og ákaflega svona traustur í allt. Og ég held að það hafi nú ekki síst bjargað því. Því að þetta er ekki þægilegt að rapa svona niður í
svona fljót eins og það var þarna. Og þetta hafði töluverð áhrif á mann að horfa upp á þetta, því að þetta var hættulegt, eins og maður segir. Þið erum alltaf búist að sjá hann lifandi aftur? Það var aldrei reiknað með að neitt kæmi upp úr ánni sem lent var í hana og það var haft orðið seinna að Páll hefði þannig leikið á tilveruna sem við leitið að skildi komast upp úr þessu. Því að það kom fyrir að það fór nokkrir menn úr kláfunum og það var aldrei svo að maður lentu í ána, þá komst maður ekki bak. Þegar þarna var komið voru þeir félaga sitt hvorum megin við ána, bræðurnir brúarmegin en Páll kominn austur yfir. Þar stóð hann hvergi banginn á bakkanum, rennandi blautur frá hvirfli til ilja, en engu síður vildi hann halda verkinu áfram. Þá var ekki annað að ræða en að splæsa vírin saman aftur. Þá var næsta mál á dagskrá að vara heim í brú og ná sér í einhver áhöld og dót og hnýta sama þennan vír sem slitaði og svo að fara á klofnum aftur. Fyrst var það við dróum hann upp, notuðum til reipinn úr klofnum og dróum vírin upp og í gegn og hengdu öll sama þarna. Halldór bóndir á brú, hann kom niður eftir með svona áhöld sem að til voru á bænum sem að þurfti til að nota þetta við notum sem bara víra og nýttu víri saman. Þegar kláfurinn var aftur kominn á strengi vílaði Páll það ekki fyrir sér að fara í hann aftur og í það skipti komst hann alla leið yfir ána. Páll var annálað hraustmenni. Áður en hann flutti í Aðalból hafði hann fé á beitarhúsum skammt frá Ekkjufelli í Fellum. Þá þurfti hann stundum að taka með sér síldarmjörsekki og honum þótti ekki taka því að láta þá frá sér, þótt hann mætti sveitungu sínum á leiðinni og tæki við þá spjall. Það var eins og vissi ekki af þessum 100 kílóum á öxlinni, sögðu sveitungar hans síðar. En þegar Páll fór aftur í kláfinn ákvað hann að taka af sér þung og mikil stígvél sem höfðu þyngt hann við sundið úr ánni. Hvort þeirra mun hafi verið 5 kíló. Það munar það að hafa 5 kíló á fótunum við að synda úr straumþungri Jökulsá. En hitt er hann mál að það getur ekki að verið þægilt sund hjá hann því hann var auðvitað í klæddur og í vinnugalla utan yfir. Svo hann var klæddur eins gengur og svo var hann í hnéháum leðustígvélum, járn undir hælum og þau voru gríðarlega þung. Þau voru upp undir 10 pund held ég, það verið að vigta því á eftir. Svo það var nú ekki þægileg búnaður. Já, maður er undrandi og undrandi ekki. Þetta er þetta svona atvik sem að ske svona. Maður veit ekki maður veit ekki hvernig á að lýsa því. Hvorki hvernig manni líður með að maður er að horfa á þetta eða eiginlega hvað maður hefur hugsað. Hugsaður veit ekki neitt. Það er beinast við að ætla. Nú það þarf varla að taka það fram eftir þessa hreistisögu að Páll Gíslason var skógerðingur, fæddur í Skógagerði en lengst af ólst hann upp á Krossi í Sömursveit hjá móðurbróður sínu þar og fóstru. Hann var í skóla á Laugavatni og þar lærði hann að synda. Hann bjó síðar árabil á Akureyri og tóku samferðamenn hans þar eftir því hvað Páll lagði mikla rækt við að viðhalda sundinu. Kona Páls var Ingunn Einarsdóttir frá Fjallseyli í Fellum og eignuðust þau hjónin 10 börn og lifa 9 þeirra foreldra sína. Það var ekki allir sem spáðu vel fyrir Páli og Ingu þegar þau ákváðu að hefja búskap á Aðalbóli en þeim búnaðist vel og afkomendur þeirra yrkja jörðina í dag. Og Páll sjálfur lét vel af búskapnum. Ég ger ekki ráð fyrir að ég sé neitt fyrirmyndar bóndi, síst á nútíma mælikvarða því að þetta er sauðjörð og ég hef helst viljað láta kindurnar kroppa sem mest og hafa fyrir sig sjálfar. Ég heyrði þess getið í gamla daga að fjármenn voru metnir eftir því hvað þeir veitu litlu fóðri. Að þeir sem
skiluðu mestum fyllningum, þeir voru mest metnir, jafnvel þó að hjörðin væri nú ekki rígvæn. Og það var talað um þá fjármenn með mikilli respekt og virðingu sem að höfðu féð vel fram gengið og litlu fóðri og þá var það kallað að þeir heyjuðu á vetrin. Ég vil fara upp í sveit, þar í sumar vil ég vinna, veit ég þar margt að finna. Ég vil reyna eitthvað nýtt, því ég veit allir elska kaupa konur og í jeppa oftur skreppa. Ýmislegt mun gerast þar sumarkvöldin, þó með einum oft í leinum. En ég fari það mig skaðað getur ekki neitt og mig dreymir oft það sem þar gerist þegar sólin brennur silla bak við fjöllin, því að sveitin engu öðru lík. Upp til heiða, inn til dala, liggja okkar tveggja slóð. Nú næst ætla ég að bregða mér með ykkur á hreindýramessu sem haldin var í Sláturhúsinu á Egilsstöðum á sínum tíma. Ég hef áður reyndar sagt frá þessari messu en þá ræddi ég ekki við Dúa Landmark sem þar var staddur, en Dúi hefur víða komið við, gert margar heimildamyndir og hann hefur líka verið leiðsögumaður og starfar við hvorutveggja í senn í dag. Hann lumaði til dæmis á gamalli mynd sem segir meðal annars frá hreindýraveiðum og það ræðir hann við Hákon heitinn Aðalsteinsson sem var bróðir Aðalsteins sem við ræddum við áðan, Danna á Vaðbrekku, sem sagt sonur hjónanna á Vaðbrekku, Aðalsteins og Ingibjargar. Við erum komin austur á land, nánar tiltekið í Fljótsdalinn og það er tekið að hausta. Gullin margvísleg birtan málar fjöllin sem umlíkja þennan langa og svipfagra dal. Á húsum vestamegin í dalnum býr Hákon Aðalsteinsson skáld og skógarbóndi ásamt konu sinni Sigrúnu. Þetta er annasamur tími hjá Hákoni því hreindýraveiði tímabilið er byrjað og Hákon vinnur einnig sem leiðsögumaður veiðimanna. Sjálfur hefur hann fellt nokkur frá unglingsaldri en segist ekki muna hve mörg. Það skipti ekki máli. Hins vegar segir hann það vera einn eiginleika fremur öðrum sem er gríðarlega mikilvægur fyrir hreindýraveiðimanninn. Umfram allt að vera góður á taugum og annað það að gera sér grein fyrir því að hann er að fara að veiða lifandi dýr og hann verður að bera virðingu fyrir veiðibráðinni. Það er númer 1, 2 og 3. Þessi mynd heitir Veiðiklær og þetta er efni sem kom til ára sinna. Ég tók þetta 2001 og þarna eru til dæmis menn eins og Hákon Aðalsteinsson sem við erum búin að missa. En mikill persónuleiki og stórskemmtilegur veiðimaður og mikið náttúrubarn. Og þetta er efni sem hefur ekki verið sýnt í bara í mörg ár og við ákváðum að draga fram í dagsljósi núna út af þessari hreindýramessu. Klukkan er 5:30 morguninn þegar veiðimenn dagsins mæta heima húsum og gera sig klára áður en haldið er á hreindýraslóðir. Dagarnir þar efra geta orðið langir og því er betra að hafa tíman fyrir sér. Hreindýr skeita lítið að fara eftir vegamerkingum og því er nauðsynlegt að vera á vel útbúnum bílum þegar haldið er á Fljótsdalsheiðina. Hákon er búinn að vera leiðsögumaður margra veiðimann á þessu svæði. Hann segir að sambandið milli veiðimanns og leiðsögumanns þurfa að vera jafn gott og besta hjónaband. Veiðimann gerir sér grein fyrir því að þegar hann er búinn að ráða sér leiðsögumann að þá á hann að geta treyst honum. Hann á að geta treyst honum í hvívetna. Og þannig myndast strax samband á milli þeirra. Þeir setjast upp og setja saman upp á mela, kíkja, slá upp í kíki sínum og líta, skoða landið og sjá náttúrulega hreindýr allstað til að byrja með sem er að vísu bara steinar þegar betur að gáð og þetta yfirleitt nær mönnum ágætlega niður til að byrja með og þarna sitja þeir saman, leiðsögumaður
og veiðimaður og spá í spilin. Síðan þegar sést hópur, þá náttúrulega tjúnast menn upp dálítið og þá ágætt, segi ég alltaf. Ef maður sé rólegan hóp einhverstað dálítið langt, þá ágætt að fara og fá sér nesti. Spá í spilin, rólegheitum og kíkja svo vel og spá í landið, hvaða leiðir best að fara. Maður getur þess að labba kannski miklu lengri leið að dýrunum heldur en maður sér þau á, vegna þess að þetta svo mikið flatneskja. Og þetta kemur á góðu sambandi milli leiðsögumanns og veiðimanns. Það ekki verið að skipa honum, það ekki að skipa honum fyrir, á benda honum á og segja hér muni vera best að gera þetta, og hann fullkomlega þáttakandi í öllu ævintýrinu. Hér sjáum við hvar Hákon tekur vind eins og það kallað, en þannig hvar hann séð hvaðan vindurinn blæs. Hreindýr eru gríðarlega þefvísdýr og það getur skipt sköpum fyrir veiðimanninn hvort vindur stendur af honum eða á. Veiðisvæðið sem við erum stödd á firnastórt og teygir sig alla leið upp að jaðri Vatnajökuls. Hákon kunnugur þessu svæði frá barnsaldri. Mest af þessu eru nú heiðarflákar. Svo erum við í melaöldum, við getum verið alveg inn við jökulinn, sem mjög fallegt landslag og skemmtilegt að veiða þar. Og ábyggilega gott fyrir dýrin að deyja í svona fallegu landslagi. Ég hef þá tilfinningunni. Og síðan það eiginlega allar tegundir af landi nema klettabelti. Þetta skot var veiðimanninum til sóma, hárnákvæmt, rétt tímasett og fór á réttan stað í dýrið eða framanverðan bóginn. Veiðimaðurinn bar virðingu fyrir bráðsinni og uppskar samkvæmt því. Við eigum að umgangast þetta af virðingu, við eigum að þegar við förum til þess að fella þetta, og eigum að gera það hreinlega og snyrtilega og ganga snöggt fyrir sig, og það fyllist held ég hver einasti veiðimaður sem fellir svona dýr, ef að mennur annar borg búin að opna augum fyrir því hvað þetta fallegt og glæsilegt. Menn fyllast ákveðinum svona, ég veit ekki hvort á að kalla það söknuði eða trega þegar dýrið fallið. Það ekki þessi glæsileiki yfir því lengur, og það svona kemur pínu skammar stingur í mann, augnablikið á eftir. Ég ekki að segja að það endist lengi, en það yfirtekur frá veiðigleðin augnablikið, en það ég held að með þessu þá komi sjálfkrafa ákveðin virðing fyrir því hvernig þetta gert, og allir góðir veiðimenn þekkja þessa tilfinningu, held ég. Hákon Aðalsteinsson þekkir þessa tilfinningu, en hann hefur einnig nýtt flestar þær afurðir sem hreindýrin gefa af sér. Hann nýverið farinn að renna hýru auga til þeirra möguleikar sem hreindýrshornin munu bjóða upp á, og aldrei að vita nefnum útflutningsvöru sé að ræða. Það sagt að þau geti skilað sama árangri og nashyrningshornin til þess að lífga upp á ástalífið. Og ég veit nú ekki hvort að þetta rétt, en þegar maður komin á þennan aldur þá getur vel dottið í mann að fara að naga hreindýrsholt upp á kvöldin. Vita hvernig það virkar. Þegar þú ert að ljósmynda eða kvikmynda dýr, þá þetta veiðiskapur. Þú þarft að vita hvar þau eru, þú ert að finna þau, þú ert að nálgast þau, þú mátt ekki styggja þau, og þú ert að ná að skjóta þess að kalla að skjóta myndina, og þú ert að ná þau það sem eru í fallegri birtu, þú ert að ná þeim í réttum aðstæðum, þannig að þetta að mörgu leyti sambarlegt. Þú fer til að ná einhverju, og það sama hvort að það skotviði eða myndataka. Ég reyni að blanda þessu ekki mikið. Ég viðurkenna að þegar ég fer að veiða þá það nú bara oft síminn sem ég læt duga. Því að maður getur ekki gert allt í einu, og bæði þetta þannig að þetta þarf alveg fulla athygli. Þú þarft algjörlega að beita þér og vanda það sem þú ert að gera, og þess vegna reyni ég að hafa þetta aðskilið. Ég hef freistað stundum til að blanda því, en það hefur ekkert komið vel út. Þá ekki fleira í Glettum að þessu sinni. Nú Glettur verða aftur á 15. í næstu viku, klukkan 18:30. Glettur eru alltaf á 15 dögum, klukkan 18:30.
Sjáumst þá. Bless á meðan.